of Duty Black Ops 3 lendir í Elko 7. nóvember. Tryggður eintak á elko.is. Elko, einfallega lægra verð. Þá komum við að topplista hér í Game TV, top 10 yfir hryllingsleiki og þetta ekki bara hvaða listi sem Sverrir. Nei. Því að þið áhörðu góður sem að ég allavega að fylgja okkur inn á Facebook, þið settu saman hann að lista. Þegar Until Dawn leikurinn kom út, þá báðum við ykkur að nefna ykkar uppáhalds hryllingsleiki og þetta niðurstaðan Sverrir. Er þetta niðurstaðan? Já, það voru fjölmargir sem tóku þátt. Ok, þannig að þetta aðdáendalisti Game TV? Já, yfir hryllingsleiki. Þannig að ég vil bara vinda okkur yfir þetta, top 10. Til, ja. Ertu til í þetta? Já, heldur betur. Og við byrjum á 10. sæti. Auðvitað, halda spennunni. Það er leikur sem kom út árið 2015. Já. Það er Dying Light. Dying Light. Þetta er svona, hvað maður að segja, þetta er framhaldið að Dead Island leikunum. Já. Zombie leikur. Allir eru glið, svona open world, fullt af vopnum og vesen. Zombies, open world og vopn. Hljómar ágætlega. Ég spilaði hann ekkert mikið, Já. en mér skilst hann hafa verið mjög góður. Ok. Hann hefur verið sáttir. Já, hljómar ágætlega. Í 9. sæti, þá er leikur sem ég spilaði allt og mikið. Já. Það er Alien Isolation. Já, þú spilaði þennan fyrir mig. Já, ég held að ég spilaði hann í 20-30 klukktíma og helsti gallinn við að leika var náttúrulega hvað hann er langur. Hann er hrikalega langur. Já. Var mjög góður til að byrja með og framleiðendur leiksins hefðu mörg tækifæri á að hætta bara. Ok. Því að maður var svona næstum búinn að drepa Alien kvikindið. Já. En alltaf kom það aftur og maður var alveg bara nei, ekki meir. Af því að þú veist þegar maður er búinn að fjárfesta 20 klukktíma í leik, þá vill maður klára. Já, og leiki líka nú til dags, sérstaklega svona single player modes, 6-8 tíma bara. Já, ég veit það. Það er tops. Það er bara nóg. En fáránlega góður leikur samt. Já. Það var ekkert mikið með vopn eða neitt, maður þurfti eiginlega bara að hann spila alveg á hræðslu elementið. Loksins góður Alien leikur. En ef þið finnst að vera langur, þá var hann á langur. Það er bara svoleiðis. Wow, Sam og kona þess að þið. Wow, boom. Langur. Nei, vel gert. Wow, hann er brjálaður. Heyrðu en allavega talandi um konuna þeirra, það er næsti hrylling. Nei, því líka tengingar. Hvað er þetta bara að alla leika? Slá mig það. Já, næsti leikur er 8. sætið. Já. Það er PT. Já. Playable teaser. Playable teaser. En það er í rauninni bara demo sem er í 8. sætið. Hvað þarf að gera því? Það er með kaffi, íhugaða þess. Wow. Það er mjög skrítið þessi demo í 8. sæti á topplista yfir hryllingsleiki. Og best af þetta er demo leik sem aldrei verður. Af því að þetta PT var demo Silent Hill leik sem var í vinnslu á Konami. Það sem að Del Toro hérna leikstjóri. Hvað var þetta? Kveikja bara í liðið að setja þetta inn á lista? Já, ég meina fólk var að fíla þetta vel. Þetta var bara frýtt, fólk spilaði þetta. Það var búið að taka þetta út núna, en það er ekkert að spila þetta meira. Og þetta var bara mjög funky, ég spilaði þetta. Þetta var mjög skrítið, mjög súrt, meikaði ekkert sens, en fólk var að fíla þetta. Ég held sem meira sé búið að endurgera þetta. Það eru einhver fans sem að byggja þetta til í einhverju nýri grafíkul, Unreal Engine eða eitthvað. Eitthvað sem hefur allt of mikið tíma. Þannig að þeir sem vilja kynna sig það ætti bara að tékka á því. En Silent Hill leikurinn er búinn. Konami fyrirtæki búið að tilkynna að þeir ætla ekki búið til fleiri leiki nema Pro Evolution leikinu. Þannig að við sjáum hann leikur aldrei aftur. Það er bara þannig. Sami mér. En leikurinn í 7. sæti. Já. Það var leikurinn sem ég spilaði mjög mikið og búinn að klára tvisvar. Já. The Last of Us. Wow. Spilaðir hann eða? Já, ég kláraði hann ekki samt. Ekki? Nei. Einmitt, þú ert að missa besta leik sem bara gerir höfuð. Ég fór ekki að gera eitthvað annað. Einmitt, nákvæmlega. Þú lifir svo spennandi lífi, en ekki ég. Ég fór bara í þeirra leik. Satt er það. Það er einhver lög í það. Nei, ég veit það. En fáránlega góður leikur. Þetta er hérna Naughty Dog sem gerur Uncharted leikina. Ung stúlka, gamall maður, saga lífs míns. Eða þú veist, ég meina, þetta var mjög gott. Zombies, veira, sveppasýking, saga lífs, nei, gríp. Hérna, reyndar, jú. En allavega, þetta er fáránlega góður leikur og bara, ég mæli mig, ef einhver hefur ekki spilað, hann var endurgerður fyrir PlayStation 4, kom þarna út 2013 fyrir PlayStation 3, þá bara fyrir alla muni í guðspænum spilið hennar leik, það er bara þannig. Nú í 7. sæti eru 4 leikirnir, því að þetta var bara tekin serían, það komu 3 leikir í seríunni. Fyrsti kom út 2005, mannst eftir honum með það? Já, ég man eftir. Og svona síðart með svart hár, hétta Alma, stúlka sem var alltaf að bregða fyrir bara
Daníel. Já. Manstu eftir þessu? Já, ég man eftir þessu. Rosalegt. Já. Hérna, ég var hræddur. Ég man eftir, ég sá hann fyrst á okkur leikjarráðstefnu. Þetta var, menn voru spenntir en svo einhvern veginn fannst mér nú aldrei ná þeim hæðum sem maður var búið að lofa. Það var svona bullet time í þessu sem hægðist á tímanum og skotjum. Það var fyrstu persónu skotjum. En það er svona. Já, ég fílaði fyrsta leikinn, spilaði hann, svo var ég ekki að tengja við hina tvo. Nei. Það er bara það. Nú í 5. sæti þá er leikur, einn af fáleikum sem ég gefist upp við að spila af því að hann var svo creepy. Það er leikurinn Outlast. Já. Hann er þannig að það er fyrstu persónuleikur, ekki skotleikur, þú færð ekki mikið af vopnum, en ert að lappinn. Já. Það er geðveikra hæli. Outlast apinn, er hann ekki að það Outlast apinn. Nei, þetta er sem sagt, þú er bara gaur, blaðamaður, ferðin á yfirgefur svona geðveikra hæli og ég spila hann bara seint nótt með slökkljós og headset og ég get svarið það, ég varð að hætta. Það var bara ógeðslega hljóð allt í kring. Svo snýr maður sér við að þá allt í einu bara hrynur einhver sem er búin að hengja sig niður úr loftinu og þetta er mjög creepy, í alvöru, mér leið bara illa af mig og komið magaverk og ég hugsaði bara, nei, þennan leik er ég ekki að fara að spila. Nei. En hann er greinlega góður, í 5. sæti Já, það er ok. En einn af fáum sem ég hef gefist upp, hreinlega, við að spila. Nú í 4. sæti leikur sem ég bara aldrei heyrt og bara aldrei spilað. Amnesia The Dark Descent, kom út 2010. Vel gert. Kom út fyrst á PC, ég held sér til núna á til dæmis iPad og iPhone og eitthvað svona. Ok. Þetta er einhver gaur sem fer inn í kastala og er að rannsaka þar alls nýs dót og hitti það fyrir drauga og þarf að leysa þrautir og eitthvað vesinn. Hann heitir Daniel, gauri. Hann heitir Daniel og er í kastala. Það er bara þannig. Nú í 3. sæti er nú sería sem þú hefur nú smakkað vel á. Það er Resident Evil sería. Já, President Evil eins og þetta var einhvern tíðan auðlýst. Já, President Evil. Það eru leikir sem að veri bæði góðir og slæmir en mér finnst alltaf Resident Evil 4 hafa staðið mest upp úr þar. Já. Hann var svona GameCube exclusive á síðum tíma. Kom svo seinna meira út á PlayStation 2 og góður leikur þar. Já, hann var rosa góður. Ég verð að segja, ég er náttúrulega eldri en þú. Já. Þú varst alveg í fyrstu leikinu? Þó það sjáist ekki. Já, þetta var rosalega. Það var svona tímamóta leikuleik. Ég var ekkert í því. Svo spilaði endurgerðina sem kom á PlayStation 4. Ef menn vilja testa hann, þá er hann til þar. Já. En hann er svolítið svona barn síns tíma þessi leikur. En fjarkinn held ég eldist miklu betur. Já. Hann er góður. Svo komu þarna nokkri leikir og það er verið að tala um að sé eitthvað að detta inn meira en þeir hafa verið rosalega misjafnir. Þannig að, en ég meina þessi sería á rætur svona er ekki til 96. Það er heldur gammalt. Já, það eru 19 ár. Já, þetta er að vera tvítugur sería, fullt af bíómyndum og drasl. Þannig að þetta er á djúpa rætur í fólki, þessi sería. Nú í öðru sæti þá er sería sem að ég var mjög hrifinn af. Við erum að tala í seríum núna. Það er Dead Space leikinn. Já, ég er sammálaður. Mér finnst þeir stórkostlegir. Þeir voru vel vandaðir og fengnir sálfræðingar og alls konar lið til þess að vinna með hljóð og hvernig best að hræða mann. Dr. Phil. Já. Er það Dr. Það verður rosalega. Nei, það var... Já, ég veit það. Ákveðin hillingur að hafa hann í leik bara. Ég veit það. Nákvæmlega Dr. Phil the Game. Já. Segðu mér. Ég man eftir þessu leik. Hann var alveg að fríka mann út, sko. Já. Varst ekki... Já, ég man, sérstaklega í fyrsta leik. Mjög mikið svona myrkur og með svona vasaljós, einhverju geimstöð, öll hljóðin og þetta var bara hrikalegt. Það var líka svona leikur sem var að, sko, ekki kannski alltaf eitthvað að gerast en maður hafði alltaf á tilfinninguna að væri eitthvað að fara að gerast. Já, það var það sem þeir myndi sálfræðingarnir koma. Já, þeir náðu mér þessi sálfræðingar, algjörlega. Það var bara þannig. Nú fyrsti leikur var mjög góður, leikur 2, svona allt í lagi, þristurinn aðeins betri en tvisturinn. En mér fannst hún, bara á sinn standa hann leikur. Já, ég sammála. Það var líka flestir sem nefndu hann í þessari könnun. Nú þá er komið á topnum og það er sería sem ég hef svona aldrei kannski tengt mikið við. Ég hef spilað einhverju 2-3 leiki í seríunni en það er Silent Hill serían. Og það sem stóð upp úr þar að flestir nefndu Silent Hill 2 og nefndu svona pirrandi suð í útvarpinu eða það fríkaði marg út. Það er svona, í leiknum var alltaf maður að heyra svona suð í útvarpi og hlustaðu. Þetta fríkar mér út. Það er bara þannig. Og ég man eftir þessu leikjunum en þeir eru mjög styktir Silent Hill leikir. Þeir gerðust þarna bara, þeir eru allir svona einhvern veginn úr samhengi og bara maður vissi aldrei hvað var að gerast. Bara geðsjúkrahús og geðsjúklingar og kvikindi og einhver svona level af heimum sem þú vissir aldrei hvort þú varst að koma eða fara. Ég náði aldrei tengingum en okkar áhærundu verið þá að tengdu það því að Silent Hill serían er í fyrsta sæti og leikinir eru 9 talsins, Silent Hill leikinir. Það er náttúrulega mikið. En Silent Hill 2 var svona sá sem að menn voru flestir voru spenntir fyrir honum. Þannig að, svona er hryllingsleikja listi Game TV. Gerður af ykkur áhörðugóður og við þökkum bara kærlega fyrir. Call of Duty Black
Black Ops 3 lendir í Elko 7. nóvember. Tryggður eintak á elko.is. Elko, einfallega lægra verð.